Já, herðu, þá komið að framhaldssögu Rauða bollsins sem stærsta sakamál Íslandssögunnar, Geirfinns og Guðmundarmál. Og hingað kominn Snorri Páll Jónsson Úlfhildarson. Jú. Já, blessar, velkominn. Takk fyrir. Ég tek eftir því að þú ert svolítið yngri heldur en fólki sem hefur komið hingað. Jú. Það fólk sem eiginlega svona sömu kynslóð og hvað við að kalla það, sakborningar. Akkur þú hérna? Nei, akkur fyrst þú á þessu máli? Sko, ég segi, já, ég nú 10 ára sko þegar Sigursteinn Másson og Kristján Gæ og Einar Magnús held ég. Þegar myndin þeirra sérst sýnd þarna á RÚV, þannig ég hugsa að ég hafi nú örugglega ekki séð hana þá, en svo var ég að skoða þetta, hún endur sýnd þarna 2000 á svipuðum tíma og það að koma út skýrsla sem Lára Vaffi Júlíusdóttir gerði tildrög þessa leirfinnur búin til, sérst leirhausinn, þar sem meðal annars verið að skoða upplýsingar sem koma fram í myndin hans Sigursteins, sem var nú hérna öðrum daginn, þar sem að teiknari Magnús Gíslason segist hafa teiknað myndir af manni sem lögreglan átti að vera að leita, manni sem átti að vera í hafnabúðinni kvöldi sem að Geirfinnur hvarf og hann segir bókstaflega að hann hafi fengið honum sýnt mynd af Magnúsi Leópoldsinni og hann Hvernig teiknaði hann? Hann segist að hafa teiknað þennan mann eftir ljósmyndin. Allavega, þannig að þessum svipuðum tíma og þessi skýrsla að koma út, að þá myndin sýnd aftur á RÚV og þá ég 13 ára. Og ég og bara margir aðrir svona af minni kynslóð hafi séð myndina þarna og þó að eflaust hafi ekkert okkar geta tekið inn allar þessar upplýsingar eða endilega skilin nákvæmlega út af hvað máli gekk, þá fekk maður bara þessa óþæginda tilfinningu og fekk strax þessa svona sannfæringu að þarna hefði verið framið það sem Davíð Oddsson kallaði síðan á svipuðum tíma réttarmorð og margfald réttarmorð og í rauninni kannski, eða dómsmorð, ég átti mikið nákvæmlega á því hvað það orð nákvæmlega hvað það þýðir en ég hugsa að sé jafnvel þetta sé svona sakleys, það verður að dæma sakleyslegt fólk. Já, og ég hefði getað tekið harðar til orða, en þannig allavega, maður fær þessa tilfinningu, þessa svona óþæginda tilfinningu. Svo kannski bara í stuttum máli, þá náttúrulega spjallaði ég oft við Sævar Ciesielski, þegar hann var mikið í miðborg Reykjavíkur. Og síðari árum hans, og hann talaði náttúrulega mikið þetta mál, og eitt skiptið ég að tala við hann, og hann fyrir að tala Karl Schütz, þýska lögreglumannin sem var fenginn til að koma hérna og svona leysa málið þegar það var komið allt í klípu, eða það var svo sem í klípu frá upphafi, en þegar það búið að sleppa fjórmenningunum. Það var það eiginlega bara í steik og hann fengið til þess að hræra þessu einhvern veginn saman og búa til ómögulegt úr þessu. Algjörlega. Og hann fyrir að tala þarna Schütz og segja mig frá því hvernig var að vera með þennan þýska reynda rannsóknarlögreglumann sem var þekktur fyrir að hafa meðal annars tekið þátt í því að elda upp í Baader-Meinhof, fyrstu kynslóð Baader-Meinhof hreyfingarinnar og verið viðriðin svona helstu stóru málin í Vestur Þýskalandi sem verðu öryggi ríkisins og svona mál á því kaliberi. Og það náttúrulega risastór mál, hann eru hryðjuverkin við Ólympíuleikana 72. Já. Það bara tilfinning í Þýskalandi að þessi árás á ríkið, það og það grepi til ótrúlegra aðgerða, þannig að þetta ekki venjuleg svona spæralögga sem að koma hingað. Nei, þetta svona ríkislögreglan. Já, og eins og kemur fram í myndina Sigursteins og það hefur ekkert nýtt komið fram í rauninni síðan þá þarna örfá mál sem hann þekktur fyrir og það er þarna Baader-Meinhof eða rauðu herdeildinar og það frægt njósnamál sem verður til þess að Willy Brandt kanslari þarf að segja af sér og svo það mál þar sem að þýska lögreglan tekur yfir höfuðstöðvar Spiegel, tímaritins Spiegel. Spiegel hefði birt þarna einhverjar upplýsingar sem gáðu til kynna að það væri einhverjar gloppur í öryggi ríkisins og lögreglan kemur inn og Schütz meðal annars þekktur fyrir það var tekið þátt í að bara ritstýra eða ritskoða Spiegel hann í nokkra vikur í kjölfari. Og svo reynda þekktur fyrir mál sem hann skrifaði bókum sem kom út í á íslensku. Sagamál 1081 held ég að heiti. Sem eitthvað svona morðmál sem að og meiri svona kannski einhver svona glæpasaga. Hvernig var þetta þýtt? Glæpasaga. Þetta þýtt á íslensku. Það Íslandsvinur. Hann orðinn Íslandsvinur og þetta hún kemur út ef ég man rétt
nú bara er ekki með alla dagsinningar á hreinu eins og margir aðrir, hún kemur út held í áður en málið fer fyrir sakadóm í lok árs 1977 í það minnsta áður en það fer fyrir Hæstarétt 1980 og hann skrifar sérstök inngangsorð fyrir íslensku útgáfuna þar sem hann meðal annars staðhæfir áður en að málið er tekið fyrir dóm að sakborningar í Guðmundar- og Geirfinnsmáli hafi framið morð og hafi berið meðal annars ábyrgð á dauða Geirfinns Einarssonar. En ég allavega Sævar fyrir að tala um þetta við mig og ég er hérna kannski, þetta er 2009, 10 eitthvað sliðis, ég er hérna eitthvað rétt komin við tvítugt og ég greinilega hlusta af það mikil athygli að hann spyr hvort ég vil ekki taka viðtal við sig sem ég náttúrulega gat ekki gert á þessum tíma og hafði ekki upplýsingar, hafði ekki þekkingu á málinu til að taka við hann viðtal. Svo fellur hann frá 2011 og það fer á stað þetta ferli þar sem Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra, setur á stað starfshóp sem á að rannsaka meðferð á sakborningum og rannsaka í rauninni, gera einhvers konar rannsókn á rannsókninni og athuga hvort að það sé ástæði til þess að taka málinu upp aftur. Og þá skrifa ég hérna einhverja stuttagrein, eða ætla mér að skrifa stuttagrein fyrir Grapevine, tímaritið, það er ekki við Grapevine. Og fyrir Sævar? Hvað segirðu? Fyrir Sævar, fæstur úr skuldónum að... Já, kannski að vissu leyti, sko, en en ég hafði náttúrulega alltaf haft áhuga á málinu og jú, vissulega, þá var hann einhvers staðar á öxlinni og sagði, skrifaði nú allavega þetta núna. Og Grapevine er náttúrulega tímarit sem er á ensku og þetta mál hefur ekkit endilega fengið sérstaklega mikla athygli erlendis fyrir á allra síðustu árum. Þannig ég hugsaði, ég skoðaði þessa skýrslu starfshópsins og skrifa eina grein og þá gerðist náttúrulega það sem að gerist í tilfelli flestra sem fara að skoða þetta mál. Þú sogaðist inn? Já, í það minnstar þeirra sem að hafa þessa svona óþæginda tilfinningu sem að ég held að ég og margir aðrir á minni kynslóð hafi fengið þarna í kringum árið 2000 og ég hugsa maður fara ekkert að skoða þetta mál nema maður hafi þessa tilfinningu. Ég hugsa það sem ég ólíklegt að einhver svona vel skólaður ungur sjálfstæðismaður mjög ólíklegt að fara að skoða þetta mál. Hver er þessi tilfinning? Er þetta tilfinning að það sé ekki svona bara villu skefið, heldur sé bara einhver svona svik í gangi sem er haldið okkur, einhver leiktjöldum og bakvið er einhver allt annar raunveruleiki? Já, í það minnsta svona tilfinning fyrir því. Lögmæti kerfisins fellur? Algjörlega. Og svona tilfinning fyrir því að kerfinu leyfist að koma fram á ákveðin hátt við ákveðið fólk sem að sem að í þessu máli birtist auðvitað sem ofboðslega rosalegt ofbeldi sem fer fram í gagnvart sakborningunum og þó maður hafi ekki allar upplýsingarnar og þó maður hafi ekki skoðað öll málskjölin og ekki lesið allar bækur sem hafa komið út á heima bara þessa tilfinningu strax og það held ég það sem að drífu fólk áfram. Þó að Sigursteinn Másson hafi reyndar sagt í þessu viðtali að hann hafi svona, ef ég skildi það rétt, komið svolítið svona blanko að þessu og hálfpartinn upplifað sér til neittan af Sævari til að skoða málið. Já, Sævar tróð upp á hann þessum skjölum og hann settist niður og byrjaði að lesa svona bara til þess að geta sagt honum að vera ekkert í þessu. Algjörlega. En þá gerðist þetta sama og þú ert að lýsa, hann bara sogaðist inn. Og í millitíðinni reyndar þá hafði ég lent í því að vera ásamt 8 öðrum í hópi manna og kvenna sem við vorum ákærð nýju menningamáli svokalla ákærði byrjun árs 2010 fyrir árás á Alþingi árás á valdstjórnina algjörlega og þetta var snerist atburð sem átti stað þarna í búsáhaldabyltingunni í desember 2008 og var svona atburður sem enginn mundi eftir þessum tíma. Þetta var ekki svona stóri atburðurinn í þeirri atburðarás sem voru þetta dagarnir í janúar þar sem að 1000 manna, 2000 manna fólk sem var ruddist inn á palla Alþingis. Já, í rauninni í rauninni við fórum inn gestamegin inn á Alþingi og ætluðum upp á pallana, ég einn og kannski ein manneskja viðbót komist þarna upp og ætlunum var nú að lesa upp einhverja yfirlýsingu en það tókst ekki og endanum var hópnum haldið þarna í svona einhverju sardínu boxi í stigaganginum og flestir svona glemdu þessu fljótlega eftir, það voru nokkrir handteknir og þetta var 30 manna hópur sem fór þarna inn. Dítelinni skipta kannski ekki öllu máli en síðan gerist það þarna 1,5 ári seinna að við erum ákærð fyrir
Það er þunga ákæra. Þunga ákæra, sakir, ákærð fyrir, eða sérst sökuðum brot sem að einungis einu sinni áður hafi verið ákært fyrir í Íslandssögunni eftir NATO-óreiðnar 49 og þá hefðu þeir sem dæmdi voru í því máli, hefðu meðal annars mist borgaralegri réttindi í nokkur ár og ýmislegt fleira. Þannig að við gátum auðvitað ekkert vitað það var ekkert löng saga af dómafordæmum í þessu máli og kerfið þoldi reis upp á afturfætuna þegar við svöruðum og það voru leiðarar í blöðunum vikulega og það sem var að krefjast þess að við erum læst inni og svona álitsgjafar, ýmsir svona stjórnmála álitsgjafar, skildu ekkit í því að það væri verið að hneykslast á þessum ákærum, það væri fullkomlega eðlilegt að taka svona þetta hyski og læsa það inni. Þannig ég hafði svona, þegar ég skrifaði þessa grein 2013 skýrslu starfshópsins, það hafði ég hitt skrýmslið persónulega. Já, hafði svona tilfinningu fyrir því að vera, þó að ég ætli alls ekki að líka þessum málum saman og það sé engin ástæða til þess að gera það, að þá hafði ég auðvitað tilfinningu fyrir því hvernig það er að vera ákærður eitthvað sem að maður er ekki veit inn í sér að maður er ekki segur vegna þess að í þessu tiltekna nýjumenningamáli þá var það auðvitað þannig að þessi atburður sem átti að vera einhvers konar árás á valdstjórnina var auðvitað bara voðalega vandræðilegur fundur hérna í stigaganginum og Það er bara venjuleg mótmælaaðgerð. Já, í rauninni ekki einu sinni það var bara verið að bíða eftir því hvort að við kæmumst út á þess að vera handtekinn eða ekki Þannig að auðvitað litaði þetta líka tilfinningu mín og gagnvart kerfinu En ef ég má spyrja því að upplifur þá að það kemur svona ákæra og valdið sýnir sig að kom þér á óvart hvað það hafði raunverulega svona víðan stuðning í samfélaginu og hvað þið voruð raunverulega lítil stuðnings og fáliðað stuðnings. Það snerist dálítið. Þetta tók 1 ár og þetta Þannig upphafi, var það þannig að upphafi var tilfinningin auðvitað svo að það væri bara nýju. Já, það væri bókstaflega að gera hvað sem er við okkur. Fengum aldrei útskýring á því hvers vegna við 9 hefði verið dregin út úr þessum 30 manna hópi og það var svona strax byrjaða í að því, það var nú einn álitsgjafinn sem var með bloggsíðu á þessum tíma og sem fór nú strax að skrifa það að þetta væri nú svona fólk sem maður vildi ekki fá inn í stofu heim til sín og svona í þessa áttina. Ekki kórdringir eins og sagt var ákærið. Já, auðvitað var ekki tekið sterklega orða í þessu máli en hvort að svona sami tóninn. Algjörlega. Þú nefnir ekki þetta fólk segir álitsgjaf og vill ekki nefna það? Ég veit ekki hvort það skipti akkurat máli núna en Búriður? Já. Þannig allavega þá Þú ert komin að greininni í Greipbæn. Komin að greininni í Greipbæn og ég skrifaði þessa grein og þá náttúrulega átta ég máði eins og þeir sem þau sem fara að skoða þetta mál að fyrir utan málskjölin sem eru náttúrulega gríðarlega yfirgripsmikil og þúsundir blaðsíðna sem betur fer fyrir okkur eru opinber, þar að segja, það eru 2 áhuga sagnfræðingar þetta mál, Tryggvi Hufner og Sigurþór Stefánsson sem tóku sér til og gerðu færðu skjölin á tölvutækt form og sem þýðir það hver sem getur farið að skoða skjölin og þá kemst ég að því að það er ekki bara þessi skjöl og það er ekki bara dómurinn sem eru mörg hundruð blaðsíður, Hæstaréttardómurinn heldur hefur líka komið út ógrinn af bókum málið og það hefur verið gera kvikmyndir og það hefur verið reynt að gera kvikmyndir sem hafa strandað einhvers staðar í kerfinu. Viðar Víkingsson meðal annars reynd að gera mynd svona absúrt bíó byggt algjörlega á málskjölunum og þá fyrir maður að skoða þetta og sér auðvitað að þetta mál er miklu stærra og yfirgripsmeira heldur en svo að maður geti bara lesið dóminn sem er auðvitað það sem að fyrstu vildi í nafngrinni fólk, Brynjar Níelsson og fleiri hafa svona hamrað á í gegnum árin að alltaf að það sé bara nóg að lesa dóminn í málinu og þá skilji maður það var ekki hægt að dæma öðruvísi, segir hann. Já, algjörlega. Og svona svipum tíma eða einhvers staðar þá rekst ég á einhverja umfjöllun svona muni úr sakamálum í vörslu lögreglunnar og það er auðvitað þannig að svona frá því að þessum málum líkur og frá því að sakborningarnir eða dómþolar koma hægt og hægt út í fangelsum að þá er náttúrulega alltaf reglulega verið að rifja upp þetta mál og það gerist auðvitað líka að Sævar
Ciesielski reynir hann að fá málið endurupptekið 95, 6, 7 ef ég maður rétt reynir Erla líka í kringum 99 eða allavega hlutamálsins þannig að það er alltaf reglulega verið að hérna fjalla málið og þá náttúrulega verið að fjalla líka leirhausinn og það er verið að spyrja hvar leirhausinn Þetta var núna að tala bara svona umræðu umfjöllun í fjölmiðlum og svona í gegnum tíðina. Já, jafnvel þótt að málið sé búið og jafnvel þó að þú varst að lesa það líka? Já, maður fer að skoða þetta og meðal annars það er svona viðtöku saga. Þetta er svona viðtöku saga og eitt af því, ég meina það er eina áhugaverð saga sem er af Ólafur Nordal, myndlistamanni sem er sérst búið að taka þátt í hópsýningu og þingvöllum í tengslu við kristnihátíðina þar sem að listamenn eiga að vinna út frá einhverjum hver og einn færi úthlutað eitthvað gildi sem á að vera svona eitt af þessum gildum sem við viljum kenna okkur við og hún fær ef ég mann rétt traust og hún ákveður að gera eftirmynd af leirfinni, af styttunni og hérna ákveður að gera hann sagt, úr leir en brenna hann ekki og stilla honum upp þarna þar sem hún veit að þingheimur og erlendir tignargestir munu labba á leið sinna hátíðina og þar muni þessi leirhaus standa og horfa yfir mannfjöldan og svo mun hann hægt og hægt einhvern veginn rigna niður og hverfa sko. En hún vill sagt, komast í alvöru hausinn og hérna og fá að taka myndir á honum og þannig hún geti gert sem nákvæmasta eftirmynd og hún segir frá því í einhverjum útvarpsþætti kringum 2013 eða eitthvað slið, segir hún þessa sögu að það hefur verið rosalega erfitt að fá hausinn og mikið vandamál og hérna það hefði enginn vita almennilega hvar hann var og þetta rímar við frásagnir úr umfjöllunum sko blaðamanna frá því áður sko, einhverjum árum áður þegar það verið að leita að leirfinni sko og hún er með einhverja sögu þarna, Ólöf, sem að ég endar eiginlega þannig að hún fær að sjá hausinn og vill meina að hérna það séu þarna til tvær útgáfur af leirfinni því að hún segir að hausinn sem að hún fái að sjá sé í skókassa, hann sé miklu minni heldur en sá sem að hún hefði séð á ljósmyndum. Þannig að það er alls konar svona hliðarsögur í þessari viðtökusögu sem að mér fannst áhugaverðar og einhvers staðar rekst ég á þetta orð sakminjasafn, þar sem að lögreglan segist einhvers konar sakminjasafn sem er auðvitað eitthvað sem lögreglu embætti út allan heim eiga og eru yfirleitt svona lokuð söfn sem að eru fyrir lögregluna, rannsakendur, kannski einhverja sakfræðinga. Það er alltaf frægt sakminjasafn lögreglunar í bresku lögreglunar, Black Museum sem að Orson Welles gerði þætti þegar hann fekk hérna aðgang að safninu og ég var svolítið inspíreraður af bara þessu hugtaki kannski til að byrja með og fór að velta fyrir mér hvað eru sakminjar sko, eru það bara þeir gripir sem að lögreglan er með í höndunum það getur verið ef að sakamál er mjög lítið og afmarkað og varði ekki beinlinis kannski samfélagið svona í hérna í stærra samhengi en í máli eins og Guðmundar- og Geirfinnsmálinu þar sem allt samfélagið er undir og þar sem einmitt það eru ítrekkaðar sögur af svona ýmsu sem kemur spánst fyrir sjónir þá er ekki að tala sjálft málið sem kemur auðvitað, ég myndi ekki nota það orðalega að málið komið spánst fyrir sjónir það er náttúrulega allt annað kapítuli en það eru svona þessar sögur eins og Ólafar og fleiri sögur og svo allar þessar bækur sem hafa verið gefnar út og þessar kvikmyndir sem hafa verið gerðar eða gera tilraunir til þess að gera. Þannig að ég fyrir að hugsa, er þetta ekki allt saman sakminjar líka sko? Og hverjir hafa þá aðgang að þessum sakminjum og hverjir mega fjalla þær eða hverjir mega nota þessar sakminjar? Og þannig að þá bara vaknaði áhugin minn á því að skoða þetta, ekkit síður heldur en sko málið sjálft og rannsóknina. Og þú bjóst til eitthvað svona sakminjasafn, er það ekki? Jú, ég gerði svona einhverja tilraun til þess og hún var auðvitað bara leitaðist af því að hérna Þú áttir ekki mikið að sakminjum? Já, nei, leitaðist kannski fyrst og fremst af því að maður getur auðvitað alltaf bætt við sakminjar í þessu máli en ég svona gerði tilraun til að sýna þessar bækur sem hafa verið gefnar út sem einhvers konar sakminjar eða sýningargripi ýmsa hluti eins og plötuna Fjödra sem að hérna plötuna Rimlarokk segi ég, sem að hljómsveitin Fjödrar gaf út, sem Sævar Ciesielski var í fanga hljómsveit sem að tóku plötu þarna á Litla Hrauni og gaf út og svona hitt og þetta sýndi líka bara sko teikningar og ljósmyndir úr málskjölunum sjálfum og aðstöðumyndir
Já, ýmislegt sko, ljósmyndir sem að voru teknar þegar að vera að fara með sakborningana í Dráttarbrautina í Keflavík þar sem að þau áttu að hafa banað Geirfinni Einarssyni. Við vitum auðvitað öll sem höfum skoðað þetta mál að Geirfinni Einarssyni var ekki banað í Dráttarbrautinni og við vitum ekki hvort það var banað. Ekki hvort það var banað yfir höfuð, við vitum það auðvitað að sakborningar í þessu máli hafði ekkert með hvarf hans að gera, en þarna farið með þau, og það líklega Sjöts sem fer með þau þarna og stillir þeim upp og hérna þau öll með svona, látin koma með sína sögu af því hver var hvar og hver gerði hvað og svo þeim stilt upp og það einhver svona skilti með númerum sem eiga að útskýra sko hver stóð hvar mjög flókið því að það að koma svo mörgu fyrir í Dráttarbrautinni. Algjörlega, og svo teknar ljósmyndir af þessu. Það skipt hver hvað sko, eftir akkurat. En sagan er alltaf söm, já. En það er alltaf að skipta út persónunum. Algjörlega, og það eru teknar ljósmyndir af þessu alltaf saman, þannig að þarna einhvern veginn verið að setja á svið atburð sem á að hafa gerst en gerðist ekki og þetta var til dæmis líka mjög áhugaverðar sakminjar og það er reyndar lag og ljóð, Megasar og Rúnars Júlíusson frá 1997 sem að svona tekur aðeins á þessu það sem að Megas og Rúnar Júlíusson stilla upp hann einhverju svona vitni í Dráttarbrautinni í Keflavík, kvöldið sem að ekkert gerðist og þetta vitni svona veltiði fyrir sér fram og tilbaka hvað gerðist og gerðist ekki í Dráttarbrautinni og þar ég má bara lesa það hérna upp á blaði svo ég hefði það örugglega rétt með það að það er meðal annars þessi lína sem að mér fannst mjög svona inspírerandi sko kannski sem einhvers konar nálgun á þetta mál eða allavega svo nálgun sem ég hef aðfylgst að þeir segja hérna settu öll þessi brot saman ef viltu finna það sem engum reynist þó hollt né hamingju drjúgt að sinna en sjáuru hvert stefnir hvar, þarftu síður að kvíða. Við vorum öll þarna hvert og eitt, þetta kvöld á Dráttarbrautinni, hvað sem það átti að þýða. Þetta svona með að sko, setja saman þessi brot og komast þá að einhverju mynd sem engum reynist á hollt, en ég hafa mikið drjúgt að sinna. Já, það er þetta sem að svona vissan hátt kannski litar mína nálgun á málið. Og það má alveg fara sko aftur til rannsóknarinnar til þess að sjá svipaða nálgun þó í allt öðrum tilgangi að þegar sem sagt lögreglan þykist vera búin að rannsaka málið og þykist vera búin að ná fram eða játningum og sem eiga að sanna það að dómþólarnir í málinu hafi hérna verið valdir að hvarfi Guðmundur og Geirfinns að þá er búið til blaðamannafundar í Sakadómi Reykjavíkur 2. febrúar 77 held ég. Auðvitað löngu áður en málið fer fyrir dóm og rannsóknin henni er ekkert lokið þarna, það var eftir að gera ýmislegt annað, það var eftir að laga Guðmundarmálið og ýmislegt fleira. En það er búið til fundar og hérna það er svona stilt upp fyrir aftan lögreglumennina öllum þessum gögnum, búið að strengja hann einhverja strengi á milli og leirhausinn stendur þarna á samt öllum málskjölunum og þar er bara svona loka útgáfunni af sögunni og Schultz á fundurum ekki? Hvað segirðu? Er þetta ekki fundur það sem að eftir að Schultz kemur hann er á fundurum? Schultz stjórnarfundinum sko og Pétur Eggert þýðir túlkar fyrir hann og þarna heyrist svona loka útgáfun af sögunni sem að þú ert búin að vera fjalla hérna sagan sem upphaflega kom til lögreglunar frá manni löngu áður en að Sævar og Erla voru handtekinn þessi saga að einhvers að það hefði verið bara kjaftasaga sem hefði þvælst Já, Jón Danielsson held ég að við sagt það þetta hefði bara verið kjaftasaga sem enginn beri ábyrgð á Vildi ekki að láta hann að Guðmund einhvern veginn beri ábyrgð á því að það var búin til að það bara valt upp úr honum kjaftasaga sem að sveimaði bæinn Akkurat, og þarna er þessi saga svona kynnt í sínum loka búningi þar sem er búið að sko tróða þessum ungmennum inn í þessa kjaftasögu og því haldi fram að hérna þau hafi valdið hvarfi eða dauða Geirfinns Einarssonar og þetta er mjög merkilegu blaðamannafundi þess að daginn eftir þá birta öll stóru blöðin birta þarna endursögn af þessum fundi og við löngu áður en málið fer fyrir dóm þannig að það er auðvitað sko þetta er auðvitað svona dæmi um það hvernig
sko, en bara eitt dæmi það að sakborningar í þessu máli áttu náttúrulega aldrei séns á réttlátum málaferlum, það bara búið að dæma þið fyrirfram í blöðunum. Má ég spyrja einu sem nær okkur í tíma, þú ert að tala svona blaðamannafundin. Bara til þess að klára eitt, okay, þar segir Schütz, sko, einmitt, og þetta er skot þarna í myndina Sigursteins af þess að sem hann segir, þetta máli svona mósaíkmynd, sko, og við erum bara búin að þurfa að sko raða brotunum saman. Og það er það sem að Megas og þetta er mynd eftir hann algjörlega, þetta er listaverk eftir Karl Schütz og hans félaga í íslensku lögreglumennina og það er auðvitað það sem að Megas og Rúnar Júlíusson er að vísi og mér fannst svona eins og að við kannski, ég veit ekki, götu sakfræðingarnir í þessu máli ættum að einhverju leiti að sko eign okkur þetta, þar að segja við ekki skáldskapinn í þeirri merkingu sem að ég vil meina að rannsóknar aðilanir í þessu máli hafi beitt til þess að tróða dómþólunum. Það hafa nú verið að því hérna við Rauðaborðið að raða saman sömu brotunum en það kemur bara allt mynd út úr í. Algjörlega, og það er nákvæmlega það sem ég held að við svona, sem höfum verið að grúska í þessu máli eigum að halda áfram að gera og hérna að raða brotunum saman. Þú varst að nefna blaðamannafundin, nær okkur í tíma. Þá hélt lögreglan blaðamannafund núna í haust að þegar þú hefði afstýrt stórkostlegri hryðjuverkaárás. Hvernig slóða þig? Mann sem ert með sem að kerfið hefur mist lögmæti sitt. Sko, þetta er alltaf flókið. Ertu bara automatist stendur með þeir sem eru sakaðir eitthvað? Ég myndi kannski ekki vilja orða það þannig og við erum alltaf í þeirri stöðu nú að það hefur alltaf komið fram í fréttum að nafn þitt hafi komið fram hérna í skeytum, sko, ég er ekki í skeytum og svoleiðis. Blaðamannafundurinn var ekki það, sko. Nei, alls ekki. En ég verð að viðurkenna að svona til að byrja með þá hugsaði maður býtunum við, sko, hér er verið að halda því fram að einhverju menn sem aðhyllist svona öfgahægri skoðanir, rasískar skoðanir, að þeir hafi ætlað sér að fremja einhver hryðjuverk og lag út að það hefði átt að vera árás á árshátíð lögreglunnar. Jú, ýmsar upplýsingar sem átt að vera lekið út og svo svona í að þessu að það væri verið að rannsaka tengsl við hérna rasíska hópa eða einstaklinga erlendis og ég verði að viðurkenna að það fór alveg mig óhugur við að heyra það. Að fá þetta helviti til Íslands. Já, en svo bara, hann nokkrum dögum setna sko, þá hugsaði ég að ég hef nú oft hugsað þegar ég verið að skoða Guðmundur og Geirfinnsmálið. Þá hef ég oft hugsað hvernig myndum við núna bregðast við, sko. Þú veist, hvernig án þess aftur að fara að líka þessum málum sama þegar ég veit auðvitað ekki um þetta mál, þetta nýja mál, sko. Nei, þetta er bara spurningum, höfum við lært eitthvað? Algjörlega, það er spurningin þetta, sko, höfum við lært eitthvað? Ég veit það ekki, ég vona allavega að við mörg okkar allavega séum tregari til að stökkva sjálfkrafa á sögu sem að lögreglan gefur okkur, enda virðist vera að þessi saga sem að lögreglan, þó það sé nú kannski hættulegt að vera að tala á mikið um þessa sögu sem að lögreglan gefur okkur af þessum tveimur mönnum sem eru núna í gæsluvarðhaldi, en það virðist vera að það sé svona að einhverju leyti málna undan henni og það berast fréttir að því að það er að kalla geðlækni til þess að athuga hvort að það er einhver alvara í þessum hótunum þeirra eða þeirra þessu tali það var nú dreigð tilbaka og svo er að dreigð tilbaka akkurat, sko, þannig að ég er ekki að byrja að dæma í þessu máli þú við hvorur vitum neitt það, sko. Algjörlega, en það, ég menna það er auðvitað mín reynsla líka af því að hafa verið sakborningur í þessu nýju menningamáli að það stukku margir til sko, auðvitað, alls konar álitsgjafar en líka það var hann einhver laganemi sem að sá ástæði mjög fljótlega til þess að skrifa grein í Morgunblaðið þar sem hún hélt í fullum fettum fram að það væri augljóst að dómstólar myndu dæma okkur sek í þessu nýju menningamáli og það voru margir. Og það væri mikilvægt að það yrði gert. Það væri mikilvægt en það væri líka bara augljóst að það yrði ekki deilt, sko. Þannig að sem að náttúrulega varð ekki raunin var svo að það fjall einhverjir örfáir litli dómar fyrir brot gegn valdstjórninni, þar að segja svona óhlýðni við lögreglu og svona afskipti af störfum lögreglunar en stóru ákærunar, þeim var öllum bara vísað frá og svona. Ég var til á 8. áratugnum. Ég var svona að komast til Uts og ára. Þetta er nú ekki svona, það var ekki svona viðfang svona þegar maður er að koma út úr eskunni. Þá var þetta eiginlega, ég var aðeins og seinn til þess að þetta hefði sömu áhrif á mig og sömu sem ég hef verið að tala við.
það sem að ég held að sé munurinn á tímum sem við lifum núna og þá, að þar var meira traust á stofnunum samfélagsins. En það hrundi sko við hrunið og og það er ekki að útskýra það fyrir því. En munurinn held ég að sé það mikill að svo samstaða eða hvað við tala, hlýðni þjóðarinnar við að taka söguna eins og yfirvöld setja fram held ég að sé ólíklegra að verði í dag. Já. En það er ekki að því að við þroskuðust eitthvað, það er bara því að sko, stjórnvöld mistu lögmæti sitt við hrunið. Já. Og ég held að endurtakan í þessu máli og svona, ég held að hrunið skipti máli í því. Já. Ég held að það hefði ekki, komið endurtakan. Ég get næstu fullir þetta, sko. Og þarfur utan þá held ég að kveikjan að þessu hafi verið, sko, vinstri sinn í dómsmálandinu. Já. Sem að kveikti eitthvað, sett eitthvað í gang sem að leiddi til þessa. Það stutta tímabila sem er vinstri maður í dómsmálaráðuneytinu. En það er auðvitað, eins og hefur verið rætt hérna við Rauðaborðið síðustu vikurnar, að það er auðvitað enga síður þó að það við farið fram svo kölluð endurupptaka í þessu máli, að þá auðvitað komust dómstólar hjá því að skoða málið og komust hjá því að í rauninni rannsaka rannsóknina. Það var auðvitað framkvæmd rannsókn, ég meina bæði þessi hópur starfshópur Ögmundar og svo endurupptöku nefndin og svo saksóknarinn í málinu. Sem kemst til að því að sko rannsóknin gengur ekki upp. Algjörlega, og ég meina allan tíman, ég var viðstættur hérna endurupptökuna og allan tíman eru sko skjala bunkarnir fyrir aftan saksóknarann þó að þau hafi aldrei, skjölin sjálf hafi aldrei verið tekin fram. Og það var auðvitað þannig að ég veit allum sem Ragnar Aðalsteinsson sem var verjandi Erlu Bolladóttur í málinu bað sko margfalt meiri tíma til þess að reifa málið, fékk hann einhverja 1,5 klukkustund sem hann sagði að væri alls ekki nóg til þess að fara yfir þetta mál og ég er auðvitað sammála því, ég held að eina leiðin til þess að fara yfir þetta mál sé að gera af því einhvers konar kort í hlutföllunum 1:1, þar að segja það þarf að skoða hvert einasta horn í þessu máli. Við þurfum að sjá öll mósaíkstykkin. Já, við þurfum að sjá þau öll og við getum hugsað mósaík sem einhvers konar pixla, að við þurfum að standa frammi fyrir bara hverjum einasta pixlramma, eða hver einasta púsli til þess að skoða þetta mál. Og þarna, hvort sem það er þá vegna þess að saksóknarinn í málinu ákveður að fara fram á sýknu, alveg eins og verjendurnir, eða hvort að hann gat ekki annað, ég er ekki lögfræðingur, ég áttum ekki alveg á því, hvort hann hefði geta farið fram á sakfellingu og þar alveg gert að verkum að dómurinn hefði þurft að fara yfir málið. En með þessari ákvörðun þá kemst kerfið hjá því að skoða málið og eina sem dómararnir lögðu fram fyrir utan dóminn sjálfan sem er nú einhverjar 5-6 síður og eiginlega bara formsatriði samanborið við mörg 100 síður dómsins frá 1980. Þannig að saksóknarinn fer fram á sýknu. Algjörlega. Þannig að dómarinn getur ekki mikið gert. Algjörlega. Og, en Ragnar Aðalsteinsson til dæmis, sem var þarna, enga síður, krafðist þess að það yrði farið við málið og að dómarinn í ljósi þess að þetta mál væri einstakt og í ljósi þess að það væri einstakt að báðir málsaðilar færi fram á sýknu, að það væri tekið tillit til þeirrar kröfu verjendana að það yrði farið við málið almennilega og það er tekinn tími í það. En dómarannir, þeirra eina framlag, annað en dómurinn sjálfur, var auðvitað bara að benda lögmönnunum á að tíminn væri að vera búinn, Og sem síðan gera það verkum að dómurinn er eitthvað formsatrið sem að fer ekki yfir rannsóknina. En við þurfum að rannsaka rannsóknina. Já. Rannsóknarnefnd Alþingis, væri það eitthvað sem að ég hef heyrt einmitt að aðstandum. Helga Vala lagði það til einhvern tímann, ég veit ekki hver örlög þeirra þingsálutunum til líklega hefur bara ekki komað að dagskrá. Nei, Tryggvi Rúnar Brynjarsson, barnabarn Tryggva Rúnars Leifssonar, hann hefur talað mikilvægi þess að það það er eiginlega ekki hægt að reyna að fá réttarkerfið til að taka þetta mál. Það er bara algjörlega. Og svo að þetta skiptur okkur máli bara sem samfélag. Eigum við ekki bara að reyna að leysa þetta þá í eitthvað svona rannsóknarskýrslu? Ég held að sé mjög mikilvægt í fyrsta lagi að Erla Bolladóttir verði sýknuð og þegar við tölum að Erla Bolladóttir verði sýknuð þá tölum við auðvitað líka að Sævar Ciesielski og Kristján Viðar verði sýknaðir því að þeir eru ennþá segir í meinsæri og bókum kerfisins fyrir meinsæri. Það er auðvitað mjög mikilvægt og ég held að sé mjög mikilvægt að einhvers konar rannsóknarnefnd taki málið fyrir og
og það bara mikilvægt út frá sjónarhorni samfélagsins og út frá sjónarhorni dómþólana í málinu og aðstandenda þeirra sem eru látnir. En ég auðvitað bara mjög skeptískur á að kerfið geti tekist á við þetta mál, í það minnsta meðan fólk ennþá lifandi sem tengist þessu máli, bæði dómþólar og þeir sem koma að rannsókninni og dómum í málinu. Þannig að En rannsóknarnefnd Alþingis? Já, ég hlustaði nú á samræðun þína við Sigurstein sem hann vildi meina að það væri bara ekki til mannskapur í að gera þetta á Íslandi, vegna þess að fólk þyrfti að grafa það djúpt ofan í skítinn að líklega sæði það fram á að fá ekkert mörg tækifæri í lífinu eftir það. Ég veit ekki, það er kannski, ég vona mér varst Sigurstein hálfpartinn gefa það til kynna og hann talaði að það þyrfti einhverja erlenda aðstoð jafnvel, Hann sagði það nú eiginlega að meðal hans út á þessu máli þá var hann búin að svo gott sem missa trú á íslensku samfélagi. Algjörlega. Það bara þannig. Algjörlega. Þannig það var ekki bjart yfir honum þegar hann var að horfa á möguleika okkar til þess að gera þetta mál upp. Nei. En ég þarf að spyrja því, hvernig gerðum við gert þetta mál upp? Já, þá held ég mitt, eins og ég sagði, í fyrsta lagi þá þarf að sýkna þau 3 af meinsaris ákærunni og það þarf að koma ábyrgðinni sem á lögreglunni og á rannsóknaraðilum aftur til hennar. Það auðvitað lögreglan sem að handtekur og frelsissviptir fjórmenningana. Það ekki einhver ungmenni sem eru föst í fangaklefa sem að einhver 4-5 ungmenni í fangaklefa hafa ekkert vald til þess að fara út í bæ og handtaka og frelsissvipta menn. Það þarf að koma þeirri ábyrgð á sinn stað og ég bara tek heilshugar undir það að það er að rannsaka málið og það er að rannsaka rannsóknina og ef að rannsóknarnefnd Alþingis getur gert það, að þá er það bara fínt. En svo held ég að það sem þurfum að halda áfram og það sem hefur verið í gangi síðustu áratugina að svona einhverjir alþýðu sagfræðingar eða götu sagfræðingar eða hvað sem að kalla það haldi áfram að fjalla málið og það getur þá verið í formi. Það ekki láta að trufla sig að það sé ekki svona formleg rannsókn. Því að sú rannsókn getur komið fram með alveg jafn góða niðurstöðu eins og eitthvað sem formlegt. Algjörlega og ég held að við mögum ekki vanmeta þessa þekkingu sem til staðar nú þegar og þá menna ég bæði í málinu sjálfu. Það auðvitað í málskjölunum og í viðtölum við sakborninga í fjölmiðlum í bókum sem hafa komið út, þá þetta gífurleg þekking ég til dæmis bara þekking sakborninga á því hvað það þýðir að vera í einangrun í allan annan tíma. Ef ég má lesa upp, þá tók ég smá sýnidæmi. Jón Danielsson sem nú reyndar einn af þeim fyrstu til þess að tala þetta mál sem skáldskap. Rakst á grein eftir hann frá 1997 þar sem hann talar leirburðinn í lögreglunni. Hann tekur viðtal við Sævar Ciesielski í 1997 akkurat og spyr hann hvað gerir maður í einangrunar klefa og Sævar svarar, það kannski vonaðu spyrjir, maður bíður, maður situr á fletinu, maður bíður, maður gengur gólf. Það eru stuttar gönguferðir, maður bíður, maður hugsar, maður bíður, maður hræddur, maður bíður, maður hlustar, maður bíður, maður verður ofboðslega reiður, maður bíður, svo hættir reiðin að vera til, hún deyr, maður hættir að hugsa, maður svitnar, maður bíður, manni verður kalt, maður bíður, skyndilega kraftmikill blásari settur í gang og látin blása lofti inn í klefan gegnum loftræstikerfið. Loftþrýstingurinn eykst, maður fær blóðuna sér, maður bíður, í einangrun bíður maður dofnar að sömu leyti, en fljótlega verður maður samt eins og hengdur upp á þráð. Þannig leið mér í mörg ár, ég var heldofinn en samtímis eins og hengdur upp á þráð. Þetta bara eitt dæmi svona þá þekkingu sem til staðar nú þegar á áhrifum þessa máls. Og höfum í huga, hann að lýsa einhverju sem umverulega ólýsanlegt og það gerir það vel með þessum orðum. Algjörlega. Þá vitum við að bakvið þetta eitthvað ástand sem bara eiginlega ekki hægt að koma í orð. Algjörlega, Kristján Viðar lýsir því líka, ég ætla kannski ekki að lesa það allt upp, en hann segir einhverju tímapunkti í klefanum gat maður ekki annað hugsað og þá á hann við heldur en skýslunar, næstu skýslur, hvað kemur fram í næstu skýslu, hvað á ég að segja næst, hvernig á ég að koma mér undan, hvernig á ég að reyna að komast í þann út. Svo segir hann, ég óks inn í veggina, þeir voru grænir, ég hætti að finna fyrir líkamannum, var bara haus. Þannig að ég held að, aftur að spurningunni, ég held að við höfum að gera þessari þekkingu sem til staðar, hátt undir höfði, og þeirri þekkingu sem til staðar í öllum þeim rannsóknum sem að amatörarnir sem hafa verið að skoða þetta mál hafa kallað fram eða skapað, eða hvernig sem við tölum þekkingu,
Þessi þekking er miklu meiri og miklu áhugaverðari heldur en þessu þekking sem til staðar innan kerfisins og ég held að sko samhliða því að málið sé rannsakað af rannsóknarnefnd og samhliða því að málið sé tekið upp og Sævar, Erla og Kristján sýknuð af mensæris sökinni svokölluðu þá held ég að við höfum bara að halda áfram að skoða málið og við höfum að halda áfram að búa til nýja þekkingu þetta mál og við höfum að halda áfram að Þetta stór hluti í þjóðarminningunni. Algjörlega, við höfum að halda áfram að gera það upp. Það nú frægt að Þú þarf var rétt að segja að þú verður, það eiginlega, með því að vera Íslendingur, þá verður einhvern veginn að taka afstöð til þetta máls. Já, algjörlega. Með þetta ég það að tala um skjölinn þú ert að lesa þau að Werner Herzog, þegar hann spurður sko, hvað þarf ég að Þegar hann fyrir út með fyrirlest alltaf hvað þarf ég að gera til þess að vera góður kvikmyndagerðarmaður. Þá segir hann þau verið að lesa og svo nefnir hann meðal annars Snorra-Eddu. En svo nefnir hann líka War Report sem er rannsóknin á JFK-morðinu. Og að þú nefnir Werner Herzog. Já, alltaf. Ég hef bara verið alltaf fyrir hvort þú myndir mæla með því að fólk ætti að lesa sig í gegnum 26 bindin eða hvað þetta er. Já, ég held það. Ég er enda sammála Erlu Bolladóttur. Hún sagði á mótmælafundinum sem var núna fyrir 2 vikum á Austurvelli að það skiptir ekki máli hvar maður opnaði málskjölin, að það fjærstæðan einhvern veginn virtist manni allstaðar. Komið við fram í viðtalinu við Tryggva Hýbnes sem opnaði bara tilviljun. Algjörlega. Og það opnaðist fyrir orðum allt málið bara þar. Ég tók eitt skjal hérna viðbót með mér þetta er skjal frá lögreglunni, þetta er 1976 sumarið. Fjórmenningarnir eru komnir út, hinir sitja ennþá inni, Sjöts er líklega á leiðinni og þá er skýrsla 2 lögreglumanna íslenska sem fór til Spánar að tala við íslenska konu sem hefði verið handtekinn þar og grunuðum hafa tekið þátt í smygli á hassi frá Norður-Afríku til Spánar og þar koma, þetta er bara hluti af dómskjölunum og þar koma fram er þessari konu, segja lögreglumennin að þessi kona hafi sagt um alls konar kjaftasögur af sakborningum í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu. Þeir notuðu þetta ekki kjaftasögur en þetta eru svona hryllingssögur einhverjar sem að ég veit að Viðar Víkingsson notaði eitthvað í þeim skotum sem hann tók upp af myndinni sem hann hafði aldrei að klára og þetta er bæði svona eitthvað, svona einhver pathetic tilraun til að lýsa þeim sem einhverjum svona, í anda hugmynda Manson-gengið, það er verið að tala um einhver strákur hafi farið heim til Sævars og Erlu held ég og honum hafi verið boðið te og verið sagt að það væri nautablóð í teinu, hann hefði síðan drukkið teið og þá hefði þau spurt hvernig bragðast blóðið úr Guðmundi Einarssyni, alls konar svona sögur og svo er meira að segja kjaftasaga sem sýnir nú hversu langt þetta fór það að Sævar Ciesielski hafi þá held ég 13 ára verið fenginn til þess að fara á Þingvelli og kveikja í sumarbústað forsætisráðherra Bjarna Benediktssonar, konu hans og barnabarns. Þannig að svona þetta er ágætis dæmi, að þú lendir inn á þessari blaðsíðu, þú opnar málskjölin einhverstaðar og lendir á þessari blaðsíðu, það áttarðu þetta strax á því hvað er í gangi þarna. Það var síra. Algjörlega. Og þannig að talandi Werner Herzog er bara til þess að halda áfram og þá held ég mæli með því að skoða þetta. Erla Bolladóttir sagði nú einhvern við mig ekki halda áfram, þetta endar aldrei vel, ekki halda áfram að skoða þetta mál, þannig að það fer aldrei vel fyrir þeim sem að skoða þetta mál. Ég veit ekki hvort að ég sé sammála því, en leið þá held ég, það er þetta ekki nóg að lesa skjölin, við þurfum að gera eitthvað við þau, við þurfum að kalla fram einhverja merkingu eða einhverja þekkingu sem er til staðar í skjölunum. Werner Herzog segir stundum ef hann er ásakaður að vera ekki hlutlaus í sínum heimildamyndum, þá segir hann, hvernig á ég að vera hlutlaus, á ég nota símaskrá Manhattan sem kvikmyndahandrit eða eitthvað svoleiðis, telja upp eindóma staðreyndir og það er þetta ekki nóg að lesa málskjölin og endilega tína til hinar á þessa staðreyndir, þá er þetta að gera eitthvað við staðreyndirnar og svona raða saman einhverju mynd og einhverju merkingu. Þú veist að ég hef sittið hérna og rætt við ýmsa sem að hafa þekkingu og kunnátt á þessu máli og það verið rætt alls konar persónur sem hafa komið, Haukur og Kristján og lögreglumennir og svo náttúrulega krakkarnir og þeir sem fjórmenningarnir svo kvöldu.
en þú lýsir eiginlega aðalpersonan í þessari sögu þýskur rannsóknarlögreglumaður. Já, það er hann sem að semur söguna. Já, allavega á einhverjum tímapunkti. Þessu saga sem fer fyrir dóm hans höfundaverk. Hvað getur þú sagt mér aðeins, hvaða maður þetta? Já, við fjöldum það aðeins áðan, svona hver hans saga sko, hans túlkur á Íslandi allan tíman var Pétur Eggert sem hafði þá verið sendiráðsritari og sendiherra og varð seinna aftur sendiherra í Þýskalandi að þér virðist jafnvel sem svona einhver umbun fyrir þáttöku sína þessu máli. Ég sá að Sulz fekk fálkaorðuna. Já, hann og fleiri embættismenn þýskir fengu fálkaorðuna. Pétur Eggert skrifaði fjölmargar svona skáldæfisögur, mjög, svona sérstakar, ekkert sérstaklega skemmtilegar, sem gerast þarna í einhverju ímynduðu landi sem heitir Sagnaland og verður þetta Ísland og Reykjavík held ég hann kalli Fögruvík, eitthvað svo leiðis. Og hann lýsir þarna í einni bókinni sem heitir Ævisaga Davíðs og fjallar svona líf einhvers svona kerfiskalls, einhver svona frekar innihaldslítið líf einhvers íslensks bírókrata, Davíð sannafni, og þessi Davíð þarna sérst búinn að starfa í utanríkisþjónustunni og flytur svo til Íslands það leyti sem að eru sakamál í gangi sem varða hvarf manna og hræðileg morð og hann auðvitað að tala Guðmundur og Geirfinnsmáli og hann hittir þarna einhvern embættismann út á götu sem segir, getur þú ekki notað tengslin þín og fundið einhvern erlendan, þýskan, góðan lögreglumann til þess að koma og hjálpa okkur og þá í þessari bók þessari bókans Péturs þá segir hann í kjölfari sögu sem alveg sambærileg sögu sem hann skrifar sjálfur svona eitthvað svona embættisplagg til þess að útskýra aðkomu sína málinu og það þannig að hann fer til Aþenu þarna 1976 á fund með evrópskum, ég man ekki alveg hvaða fundur þetta er einhverjir evrópskir valdhafar sem að hittast þarna í Aþenu og hann á fund þarna undir Akropólishæðinni með vini sínum úr þýsku utanríkisþjónustunni og segir honum frá málinu og það þurfa að fá aðstoð erlendis frá og þessi maður segir, hittum í Þýskalandi þegar við komum aftur til Þýskalands og þá fer hann og hittir hérna, ef ég manna rétt Siegfried Frölich held ég hann heiti, eitthvað svoleiðis sem hafi verið skrifstofustjóri dómsmálaráðuneytisins eða utanríkisráðuneytisins í Vestur Þýskalandi og hann segir við Pétur, ég er búinn að finna mann sem getur tekið þetta að sér. Hann er reyndur lögreglumaður á eftirlaunum og hann er þannig maður og það klár lögreglumaður, ef hann getur ekki leyst máli þá getur það enginn og úrverður hann að Schütz kemur til landsins og það svona vekur upp svona miðað við það sem ég hef lesið, það vekur upp svona ólíkar tilfinningar sakborninga að hitta Schütz. Erla Bolladóttir lýsir því sinni ævisögu að hún hafi haft mikla trú á því að hann myndi sjá í gegnum vitleysuna. Þau voru náttúrulega vonuðu að bara fyrir löggan myndi stoppa þetta. Algjörlega. Og það er líka þannig að þú ert í miklu vandræðum að þá ertu svo vongóður að það er bara minnsta breyting getur fyllt í von. Já. Og hún en hún náttúrulega verið fljótlega fyrir vonbrigðum en þess að hún sér að hann segir náttúrulega við hana bara leið og hún útskýrir sína hlið á málinu og þá segir hann heldur í þessi hálfviti og þannig að hann fer á stað ásamt sínu fólki þar að segja íslensku lögreglumönnunum, rannsakendunum í málinu við það bara að klára þessa sögu sem að upphæla barst lögreglunni búa til eitthvað sem að geti litið út eins og samvegkvögn. Algjörlega. Og þá eitt af því sem hann gerir auðvitað sem skiptir máli að hann eða svona undir hans stjórn þá er Guðjón Skarphéðinsson handtekinn og það er kallið fram hann að játning frá honum að hann hafi tekið þátt í morðinu á Geirfinni. Það er svona eitthvað ef maður skoðar sögunar fram að því að þá hafði alltaf verið einhver þriðji maður sem einhver maður sem vantaði inn í sögunar. Þannig að Schütz sér þetta, hann svona bindur saman allar lausa enda, hann notar einhverjar aðferðir sem að íslensku lögreglumannir kunnu ekki til þess að svona fokka í minninu á sakborningum og kalla fram þessa mynd, raða saman þessari mynd sem hann vill fá. Þannig að það er rauninni svona í stuttu máli hver maðurinn er Pétur Eggerts í sinni bók í hann og að því að hann hljóti hafa átt fleiri nöfn og það geti mögulega útskýrt hversu lítið er þetta að finna um hann.
hann svona bjargvættur í málinu og það er bæði blaðamenn og það eru lögreglumenn og það eru jafnvel sakborningar sem hafa ákveðin trú á því að þarna kom einhver erlendur sérfræðingur. Ég einhvern tímann bar ég hann saman við svona ákveðið tæki sem var notað víst í grískum harmleikjum þegar harmleikjaskáld höfðu eiginlega málast út í horn og þegar þeir voru komnir á þann stað að sagan að lausn sögunar gat ekki lengur falist í sjálfri sögunni. Og þá kemur svona Deus ex machina held ég að þessi kalla það sem að einhverjum guði Guð svona dreginn inn á sviðið í krana úr einhverju vél og látin leysa málið og ég held að Schütz sé akkurat þannig maður, hann er svona Guð úr vélinni. En lítið vitað hann? Hvað varð hann eftir að fór frá Íslandi með fálkaorðuna? Það er eitthvað sem kannski einhverju aðrir en ég vita betur, hann samkvæmt í skáldsögu Péturs Eggerts þá fer síðan þessi Davíð sem er þá Pétur, skulum við segja, aftur til Þýskalands og er sendiherra í Þýskalandi í kjölfarið og vingast þar, eða þar heldur vinátta hans og Schütz áfram. Schütz heitir reyndar Karl Jäger í bókin hans Davíð sem því eiginlega Karl Veiðimaður en þeir halda vináttuna áfram og verða einhver svona trúnaðarvinir, en það er hins vegar manneskja sem veit kannski eitthvað meira Schütz heldur en við hinn og það er hún heitir held ég Berglind Ásgeirsdóttir, ef ég man rétt, var blaðamaður á Dagblaðinu, held ég, bara núna ef ég er að fara með einhverjar örlitla staðrandavillur þá lögum við það, en hún og ljósmyndari voru handtekin stuttu eftir að Schütz kom af lögreglunni hérna á landi, þar sem þau voru að reyna að ná myndum og tali af Schütz. Það var svona ákveðin það var ákveðin svona hulu haldið yfir honum til að byrja með. Morgunblaðið birti einhverja skopmyndir sem að Sigmund teknaði það sem var í að því að hann var gamall nasisti, hann fór í meiðyrðamál við Morgunblaðið og vann það vegna þess og það er svona eins og það ætti ekki alveg að afhjúpa hver sem maður væri, að halda þessari svona guðlegu leynd yfir honum, en þau þarna Berglind og ljósmyndarinn sem ég man ekki hvað heitir fara og ætla að ná myndum á honum einhvers þar fyrir utan mötuneyti ríkisstarfsmanna og eru handtekin og það er til viðtal við það sem þau lýsa þessu og síðan fjallaði Stundin rifjaði Stundin þetta upp fyrir nokkrum árum og þá var haft samband við hana og hún var þá held ég sendiherra sjálf í Frakklandi og segir frá því að hún hafi starfað í utanríkisþjónustunni í Þýskalandi í kjölfar eftir Guðmundur- og Geirfinnsmálið og kynnst þar Karli Schütz. Þannig að því gefnu að ég sé að fara rétt með staðreyndir og við það hefur rétt í stundinni. Athugum bara nöfn og titla á dagblöðum eftir á, þá náttúrulega væri áhugavert að heyra hvað hún segir okkur um Schütz. Sem er lykilmaður í þessari sögu. Algjörlega. Það eru nokkri svona, annar er náttúrulega Geirfinnur Einarsson sem er oft nefndur en við vitum raunverulega ekki mikið um. Nei. Og enn minna Guðmund. Nei. Það getur vel verið að sé einhverja kenningar uppi það, hvað varðum þá. Ég hef svona ekki... Sofía leggur svolítið mikið upp úr því að finna út hvað varðum þessa menn. Algjörlega og það er auðvitað mjög mikilvægt og ég skil hennar sjónarmið mjög vel. Hún náttúrulega, eitt af því sem hún hefur bent á er hvernig bara nöfn þessara manna og minning þeirra er dregin þarna inn í mál sem hefur augljóslega ekkert með þá að gera og það er auðvitað eitthvað sem að Íslenska ríkið ber ábyrgð á þarna að hafa dregið þá inn í mál sem að lifir eins og mara á þjóðinni eða á samfélaginu þessa áratugi, mál sem tengist þeim ekki neitt, mál sem snýrist aldrei um þá en heitir samt Geirfinns og Guðmundsson eftir þeim þannig að en ég held einmitt vegna þess að þeir hafa ekkert með þetta mál að gera vegna þess að en sakborningarnir svo kallaðir dómþólar segir þú, þeir hafa ekkert með þetta mál að gera fjármenningarnir hafa ekkert með þetta mál að gera ekki heldur þannig það er eiginlega rannsakadunir og þýska rannsóknarlögreglan sem að eiga þetta mál.
Já, algjörlega. Það var Rúnar Guðbrandsson, hennar leikstjóri, gerði hann og leikhópur sem hann viðlóðinn, Labb Loki, þeir sett á svið í gamla Hæstarétti, leikrit 2013 sem heit Kvörf og svona mjög í anda þess sem ég hef verið að tala og var, ég sjálfur var mjög inspíreraður af þessu leikriti og þeirri vinnu sem þeir lögðu í það sem þeir skoðaði mitt, allar svona sakminjar málsins, bæði... Þú þurftu að ganga einhvern veginn í gegnum eitthvað áður maður fer inn í salinn, sko. Algjörlega. Maður þurftu að ganga í gegnum málið. Og það sem maður má segja að þetta mál hafi verið sett á svið í annað sinn, auðvitað, en þess að það var sett á svið þarna í Hæstarétti 1980 og svo það sett á svið á annan hátt 2013. Hann lýsti svona þeirra nálgun á málið í viðtali einhvern veginn þannig að þau hafi unnið út frá rannsóknarspurningunni hvað gerist þegar lögreglumenn reyna að gerast skáld og það svarið eru þetta Guðmundur og Geirfinnsmálið er það sem að gerist þegar lögreglumenn reyna að gerast skáld. Það er ekki nokkur maður sem hefur verið tengdur við þetta mál hefur nokkuð með þetta mál að gera, það er ekkert sem að tengir sakborningana, dómþólana við hvarf Guðmundur og Geirfinns og það er ekkert sem tengir fjórmenningana heldur við hvarf Guðmundur og Geirfinns nema einhverja kjaftasögur. Þannig að svona listræn nálgun eins og þú hefur notað og Rúnar og Viðar og fleiri er kannski gáfulegri verkfæri að nota heldur en að reyna að finna svona sense out of nonsense eins og sagt er. Já, það er spurning. Ég myndi ekki vilja gera upp á milli. Ég held að við má nota bæði. Ég er ekki fær að gera þá rannsókn sem að aðstandendur og dómþólar í málinu hafa kallað eftir. Ég er ekki fær að vera í þessari rannsóknarnefnd sem þyrfti að rannsaka það, en ég held að við sem að höfum enga síður áhuga á málinu og höfum svona byggt okkar rannsóknarmálinu út frá þessari sannfæringu sem kemur strax í upphafi um að þarna sé dómsmorð að ræða. Ég held að við ættum að halda áfram hvort sem það eru nákvæmlega við sem höfum verið að þessu eða aðrir einstaklingar og ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta mál lifi með kynslóðunum. Þetta má ekki verða mál sem deyr með þeim sem að tilheyra sömu kynslóð. Það mun ekki gera það þetta er það stórt mál. Mér er dott í hug hvort að ætti að pröfa að hafa svona þátt Geirfinnsmálið þar sem að væri kannski 3 af þessu sérfræðingum að vera upp á sviði og svo getur verið gestir í sal. Af því að ég held þetta ég bara tekið eftir í viðbröðunum og svona við þessu að hvað þetta er lifandi og stórt mál og hvað er margir áhuga á þessu, margir áhuga á því að kynnast þessu betur og eitthvað fleira. Og vegna þess að þetta er svo mikið svona okkar mál eða svona samviskumál þjóðarinnar að það væri kannski mér langar til að finna einhverja leið til þess að hafa þannig að fólk gæti ég fyrir bara spurt hafnabúðina þarna hvað var að gerast og líka það er svo bara gaman að hlusta á fólk sem hefur svona mikla djúpstæða þekkingu. Ég held líka að það sé svona ákveðin klísja eða hvað við kalla það mýta sem svolítið svona fylgir þessu máli sem er eiginlega það að þetta sé svo óbærslega flókið mál og þetta eru auðvitað vissanátt óbærslega flókið, þetta eru 1000 blaðsíðna af gögnum og þetta eru endalausar sögur sem er verið að breyta lögreglan er að reyna að tróða þessu fólki inn í eitthvað skapalón sem að hún er með þarna til staðar og ef það eitthvað passar ekki, einhver bíltegund passar ekki inn í söguna þá er henni bara skipt út og ef það vantar eitthvað vitni þá er hann bara sóttur til Spánar og einhver maður sóttur til Spánar og honum er kennt einhver rulla klukkunni bara breytt og svo framvegis klukkunni breytt og hlutir alltaf gerast á 3 korturum sem að tekur 3 tíma að gera. Algjörlega, þannig að þetta er auðvitað opaslega ef maður horfir þannig á málið þá er þetta opaslega flókið mál en svo er þetta kjarni málsins sem varðar bara það ofbeldi sem að Íslenska ríki beitti þarna nokkra einstaklinga hann er ekkert flókin og ég held að það sé svolítið mikilvægt að halda því til haga og að því ég kom nú með nokkra pappíra með mér þá langaði mig kannski að fá að lesa eitt viðbót stutt sem að mér finnst lýsa kannski svolítið kjarna málsins og það er þannig að Sævar Ciesielski er þarna í Síðumúlafangilsi eins og allir aðrir sakborningar í málinu
og þetta sumarið 1976 aftur, það nýbúið að sleppa fjórmenningunum og Schütz á leiðinni og þá gerist það sem sagt að það annar fangi sem kemur út úr Síðumúlafangisinu og hann hefur samband við fjölmiðla og segist vera með bréf frá Sævari og þetta staðfest í hérna fanga. Við talaði þennan mann við Rauðaborðið, en af öðru tilefni, við vorum að hann var að segja okkur frá lífi útigangsmanna í hérna Reykjavík, kallaður Össi gamli. Þetta hann. Og hann sagði mér, hérna, því miður þá var ekki allt það samtal inn í þættinum, en ég keyrði hann út á Granda aftur og þá rakti hann þetta allt saman fyrir mér. Og ég ætla kannski að ná honum aftur við að tala gerfilsmál. Og þetta er bara staðfest í fangelsisdagbókunum og gögnum að hann, það sem gerist er að þeir eru að skrifa bréf sín á milli og þeir eru að nota einhverja greiðu sem festa hérna bréfin við og svo band og svo það er engin þröskuldar í fangelsisdyrunum, þannig að þeir eru að svona láta þeir eru að íta greiðunni, kasta greiðunni á milli og hann kemur hann út með nokkuð bréf og hefur samband við fjölmiðla og segir ég hérna með bréf frá einum af sakborningunum í þessum máli, þessum mannskvarsmálum sem allir að fylgjast með og býður fjölmiðlum að kaupa þessi bréf og býður þeim að koma og skoða þau og athuga hvort þau vilja kaupa öll bréfin og sko svo gerist það hérna, það sem ég ætlaði að vísa í umfjöllun frá því undir lok þessa sama árs, það sem að tveir blaðamenn, Ómar Valdimarsson og Bragi Sigursson að fjalla hérna svona það sem hefur gerst í málinu frá því að Guðmundur og Geirfinnur hurfu og hann segir meðal þessa sögu að það hefur komið þessi samfangi Sævars hafi komið og sagst hafi þessi bréf og svo segir hann innihald bréfanna var svo sem ekki merkilegt aðalega yfirlýsingar Sævars hrottaskap lögreglunar, fasisma og sakleysi sitt Þetta þótti ekki mjög merkilegt. Þetta var ekki merkilegt. Ég veit ekki alveg hvað hefði þurft til þess að þeim finnist innihald bréfanna merkilegt, hvort hrósuðu fangelsiskokknum fyrir matinn eða hvað það ætti að vera. En þessi svona lengi fundist þessi setning dálítið lýsa kjarnamálsins. Fólki hafði engan séns. Það átti engan séns. Og hvort sem það var þá gagnvart rannsóknaraðilum, gagnvart dómurum, gagnvart fjölmiðlum, gagnvart samfélaginu auðvitað sem að treysti á frásagn í fjölmiðla af málunum þó ég vilji kannski ekki heldur reyna að setja mig í spor einhver sem ég var ekki til á þessum tíma og ég áttum ekki endilega alltaf á svona stemmingunni í samfélaginu og eins og þú lýsir að það virðist hafa ríkt svona og ég hef heyrt fleiri hérna tala þannig að það hefur ríkt meira traust í garð yfirvalda allavega í vissum stöðum samfélagsins. Ég dreifði bara ályktun á svona mælingum sko og svona einhverju reynslu að það hafi verið þannig. Og það var líka náttúrulega þessi hérna trú á því að fólk sem notaði eiturlyf við svona beygði sig ekki undir sko kröfur samfélagsins að það væri bara víst til alls. Algjörlega. Og það svona sko, Manson fjölskyldu minni sem bara lifir áfram. Og það auðvitað eitt af því sem svona kemur fram ef maður skoðar málskjölin eða sakminjar málsins eða hvað sem við kjósum að kalla það að það er þessi ofboðslega einfalda og hættulega hugmynd gott og illt sem kemur þarna fram. Þú sett bara vís til alls. Algjörlega. Drekka blóð úr fólki. Við þekkjum auðvitað hérna yfirlýsingar Ragnars Hall sem var saksóknari í hérna endurupptökubeiðni Sævars að sakborningarnir hefði ekki verið neinir kórdrengir, sóttir í fermingarveislu. Lögreglumenn hafa fyrr og síðar nota svipuð orð, talað að það hefði ekki verið neinir englar og eitthvað í það áttina. Sævar sko segir á einum stað ég held að þessi bók Hans og Þorsteins Antonssonar þá lýsir hann svo þannig að hafi sko orðið til samkomulag það að það hafi fundist ekta mannhundar sem hafi aldrei áður sko fundist í samfélagi manna nema bara í bíómyndum og þeir væru vísir til alls og ég held að Stefán Unnsteinsson orðið það líka einhvern veginn á þann hátt hann segir sko útlitið eitt og sér eiginlega dugði til sakfellingar sko. Þannig að það er þessi mynd af fólki, þessi ofboðslega einfalda og hættulega mynd ótrúlega fordæming sem birtist þarna í öllum málinu og mér finnst aldrei svona kristallast þarna í þessari yfirlýsingu blaðamannana að ekkert merkilegt hafi leynst í bréfum Sævars nema yfirlýsingar hrottaskap lögreglunar og sakleysi hans og maður hefði nú haldið að það væri fréttnæmt að einstaklingur sem að
hefur setið þarna líklega í hálft ár í einangrun í umdeildasta... Skrifur þetta á litla miða og vefur því utanum. Algjörlega. Maður myndi halda að það væri merkilegt að viðkomandi lýsti yfir sakleysi og lýsti því yfir að lögreglan væri að beita sig ofbeldi. Herðu, Smári Páll, takk fyrir að koma hérna við og halda á framhaldssögunni. Takk fyrir. Hlustendum þakka ég kærlega fyrir að staldra hérna við Rauðaborðið og hlusta okkur í kvöld. Við höldum áfram við Rauðaborðið á morgun klukkan 8 og þá verðum við með eitthvað allt annað á dagskrá.